Já, við ætlum að byrja hérna í dag á frétt sem að var á vísi.is. Ef þið haldið mér áfram í fangelsi þá verður vandamál. Hver segir þetta? Jú, það er Mohamed Kourani sem var fyrir dómi í vikunni. Grunaður að stinga 2 menn í OK Market í Valskverunni í Reykjavík í mars á þessu ári. Og þarna sjáum við mann sem er sturlaður, gjörsamlega, af, menn að tala hann sé kannski eigi við ykkur geðran vandamál á stríð, en hann er samt metinn sakhæfur. Og þarna er að ræða hælisleitanda, þess að hann nýtur hér alþjóðlegar verndar og hefur verið í fréttum talsvert mikið fyrir skrítin mál. Hann er búin að vera að hóta lögreglumönnum, hann er búin að vera að hóta vara ríkissaksóknara og hann hikar ekki við að hóta bara, ég drep þig og drep þennan og hinn, og hann hótaði þarna blaðamönnum DVF í réttarsal og hann svarar mjög undarlega í þessum réttarhöldum. Í skýrslutöku sinni reifst Mohamed nokkuð við saksóknar og dómara. Hann sagði þinghaltið ósanngjarnt og nefndi nokkrar ástæður fyrir því. Hann vildi að dómari myndi taka fleiri mál fyrir, ekki bara þau sem ákæruvaldi vildi leggja áherslu á, en hann sagðist vera brotaþoli í þeim málum sem ekki væri tekin fyrir. Þegar hann var spurður út í stunguárásuna sagði Mohamed: þið megið spyrja Frakkland eða Bretland. Saksóknar útskýrði að hvorki Frakkland né Bretland væri fyrir dómi og dómari sagði að með skýrslutökunni væri verið að falast eftir hans hlið á málinu, en Mohamed sagði dómsvaldið vera að ákæra hann án þess að hlusta á hann. Svo neitaði hann bara, það var sýnt myndband á honum að stinga mann hérna inn í versluninni, en hann sagði bara nei, þetta er ekki ég, og hló, og þetta er allt mjög skrítið. Koma spurningar með mitt, hvers vegna kerfin okkar eru þannig að maður sem kemur hingað á grundvelli alþjóðlegar verndar, hvers vegna er honum ekki bara brottvísað þegar hann er að valda svona miklum búsifjum á íslensku þjóðfélagi. Hann er bara gengur laus, bersesgang og hótandi mönnum og konum. Það er einmitt brotaþolar hans hafa þurft að flýja land vegna hótana, og hann beinir sjónum sínum að blaðamönnum í dómsal, sagði að ef þeir myndi ekki eyða því sem þeir væru að skrifa þá er það vandamál. It's gonna be a problem. Dómarinn spurði hvort hann væri að hóta blaðamönnum, en hann sagði svo ekki vera. Mögulega er hann laus eftir nokkra mánuð og þá er hann frjáls maður. Það er eins og hann sagði þá, er þetta alltaf bara hótun. Hvað er þetta annað en hótun? Já, og þetta er sérstætt sko. Síðan, það sem er sérstætt, ennþá meira sérstætt við þetta, er að við sjáum að sko RÚV til dæmis hefur ekki birt eina einustu frétt Mohamed Kourani. Ha? Já, RÚV hefur algjörlega skautað fram hjá þessu. En RÚV er dag eftir dag að birta fréttir einhvern veikan hælisleitenda í hjólastól eða palestínumenn að grilla á Klambratúni og eitthvað svona. Þannig að þú sér alveg að RÚV hefur bara ákveðið eina línu og þeir ætla ekki að sýna allan hringinn 360 gráður hvað það þýðir að vera að fá margt fólk á skömmum tíma frá öðrum menningarheimum. Þeir ætla bara að sýna eina hlið. Það er ákveðin stefna sem að RÚV hefur ákveðið. Að segja ekki frá stunguárásinni í OK Market eða dómshaldi yfir Mohamed Kourani er ákvörðun að segja ekki frá þessum málum. Já. Á sama tíma eru þeir á fullu að segja hina hliðina, hvað þetta er allt saman fallegt og gott. Og það er einmitt góður pistill sem hann skrifar, hann Páll Vilhjálmsson, hann skrifar hælisglæpir og siðblinda í boði RÚV, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar. Siðblindur hælisleitandi Mohamed Kourani lék lausum hala hér á landi, stundaði líkamsárásir og ofbeldisbrot með velvild og samþykki þingmanna Samfylkingarinnar, Pírata og Viðreisnar. Í fjölmiðlum nýtur glæpamaðurinn verndar RÚV. Hvernig má rökstyðja ofangreinda ályktun? Jú, bæði mbl.is og Vísir segja frá dómsmálinu þar sem siðblindi glæpamaðurinn svarar til saka. RÚV segir enga frétt af ofbeldisfulla hælismannunum. Ríkisfjölmiðlinn birtir ótal fréttir veik börn í röðum hælisleitenda en þeir glæpamennina. RÚV skipulega dregur upp þá mynd að hælisfólkið sé engum hjálparvana börn. Veruleikin er annar. Þetta er ekki bara hjálparvana börn sem koma hér sem hælisleitendur. Siðblindur Mohamed Kourani kemur hingað til lands árið 2018 frá Sýrlandi og fær alþjóðlega vernd. Vegna gallaðra útlendingalaga var ekki hægt að senda ofbeldismannin úr landi þegar fulljóst var að maðurinn er óþokki. Þegar vonum seinna tókst betrumbæta lögin greiddu þingmenn Pírata atkvæði gegn lögunum, en þingmenn Samfylkingar og Viðreisnar sátu hjá. RÚV og þingmenn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata vilja íslensku samfélagi illt
óþokka öflin linna ekki í látunum fyrir en Ísland verður þriðja heimsríki, segir Páll Vilhjálmsson. Það eru stór orð. Hann skafar aldrei að því. Nei, hann er ekkert að því sko. Og svo var eitt linkur á Twitter, ég veit ekki hver þetta er, hann skrifa barátta gegn ofbeldi hættir hjá íslenskum feministum þegar að múslimar eru annars vegar. Þeir mega bara ganga bestasgang eins og þeir vilja því þeir eiga svo bátt, sama fólk kvartar undan gerenda meðvirkni í öðrum. Það er eitthvað bara komment frá, þannig geðlæknir segir hann hafa aldrei hitt mann sem það sé jafn mikið sama annað fólk, og svo kemur einhver að skrifa kæra fólk, þessi maður kemur eflaust úr óhugulegri aðstæðum en við getum nokkuð tíman ímynda okkur, hafið það á bakvið eirað áður en þið fáið útrás fyrir fordóma og ógeð í athugasemdakerfinu. Að mati Kristins er Kúrani með aðsóknar persónuleika röskun og áfallastreitur röskun, þá er hann metin hættulegur. Hann er að fólk komið fram í kommentarkerfunum sem vil benda á það að eins og í Þýskalandi þegar þeir eru að hópnauðga að við megum ekki dæma þá of hart því að þeir eru að koma úr þannig aðstæðum að auðvitað getum við ekki skilið nákvæmlega hvers vegna er hópnauðga en við mögum ekki dæma þá og alls ekki dæma þá til fangelsvistar. Það gengur ekki. Hins vegar, ef þú ætlar að fara að tala hópnauðganir í þýskum fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum og þá ertu dæmt til fangelsvistar. Þetta eru sönn dæmi sem hafa verið að gerast. Mér finnst þetta gott komment hérna. Hann skora bara svona hátt á fórnarlambaskalanum. Já, the privilege pyramid. Þannig að þú veist, það ætti að vera bara svona kerfi þegar að vera að dæma. Já. Þú veist, að þú haka við hvar þú átti við þessi fórnarlambi og skorar ákveði hátt, þá má bara ekki dæma. Já, sjáum aðeins þennan fórnarlambapyramid aftur. Hvernig var þetta aftur? Rape victim er efst, svo transsexual, queer, refugee, bisexual, muslim, black, gay og neðst niður er white, male, wealthy, college educated, hetero. Married, middle income, protestant. Einmitt. Bara divorce. Mótmælanda trúar. Hvað okkur er það eitthvað? Svona er þetta. Já, sjá hérna, Jew. Ég held að sé enginn að hafa játn mikið hatur í svona heiminum í dag og gyðingar. Nei, þeir eru að upplifa bara, ég sá einhverja klippur í gær sem hafa verið að vísa gyðingum út af veitingastöðum í Kaliforníu sko, bara fyrir að vera gyðingar. Þannig að þetta er magnað, þetta er alveg helt magnað.